Hæ, Guðni hérna frá hljóðumum. Ég ætla aðeins að skoða með ykkur hvernig við notum utanliggjandi effekta með live. Það getur verið gítarpedalar eða einhver reverb rack unit eða hvað sem þetta heitir nú allt saman. Og ég hérna með forlátan Space Echo R201 og ég ætla að nýta hann og ég ætla að setja hann upp hérna inn í Ableton svo ég geti sendt hvaða sound sem inn í Space Echo-in og heyrt þá hljóði í gegnum hann. En til að byrja með við þurfum aðeins að átta okkur á smá signalflæði og ég ætla að fara hérna og opna sýna ykkur hérna eina mynd sem hérna og sjá hvað þetta sem þetta opna þess að hérna og þetta bara hljóðkort og það sem við erum í rauninni að gera og við erum átt okkur á að við erum að senda sem sagt hljóð út úr tölvun okkar með tilkomu hljóðkortsins og við notum þá outputin sem hérna aftan á hljóðkortinu og við sem sagt sendum úr einhverja af þessum outputum inn í input og effektunum okkar í okkar tilviki Space Echo-in og svo út úr Space Echo-num aftur inn í hljóðkortið þannig að við erum búin að búa til svona lúpu og hérna sjáum það mismunandi hvað mörg output á hljóðkortunum stundum eru bara 2 stundum fleiri fyrir eftir í svona típu og svona hversu dýr hljóðkortin eru en allána þá sem sagt eftir að hafa skoðað þetta þá getum við byrjað að setja upp og Ableton gerir þetta mjög auðvelt sem sagt byrjum á því að fara hérna inn í Audio Effects og ég ætla að velja hérna eitthvað sem heitir External Audio Effect og ég ætla að fara hérna á Return rás sem hérna delete þessu hérna delay þetta reverb hérna á A return á alveg vera ég ætla að fara hérna á B return svo ætla ég að draga hérna external audio effect yfir á return rás B skýra þetta hérna Space Echo beautiful ok, þá þarf ég að byrja að fara hérna og núna sem sagt þetta hérna outputið þannig að fyrst fyrir hljóði hérna því ég lyfti hérna B send B þá fer það hérna inn í return rásina og svo frá return rásinni yfir í output nú veit ég að ég með snúru hérna tengda í output 7 þannig að hljóði fyrir síðan inn í output 7 inn í Space Echo-in og út úr Space Echo-num aftur inn í hljóðkortið og nú ég með hérna í mínu tilfelli ég með hérna 9, input 9 svona og nú ekkert eftir nema bara að testa þetta þannig ég ætla að kveikja á kveikindinu hérna, ég ætla að sýna ykkur þetta sem sagt Space Echo-in og kíkjum á þetta og nú ætla ég bara að senda sjálfa mig inn í þetta þannig að lyftum hérna checkum, check og eins og það heyrið þá fáum við strax effektin pröfum þetta aðeins tjók space allavega þetta var ekki flókið en það eitt í þessu við viljum væntanlega geta það er gaman að senda í gegnum þetta og svona en við verðum að taka þetta upp það ekki þannig að þá einfaldlega gerum við þetta svona við búum til hérna audio rás og köllum þetta bara hérna Space Rec svona og næst veljum við bara input 9 svona og getum annarkvort gert það hérna inn í session view-inu eða
eða arrangement viewinu, kynum þetta bara hérna, skemmtilega. Ok, og nú erum við búin að velja input 9, þannig að ég ætla að íta rec. Ok, og svo byrja ég bara að queua hérna inn, send B, þannig að check, og þá sjáum við að við erum að taka upp effektin. Bú.